Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari hér í sal í fundasal á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 206.015 funda bæjarstunnar og segja hann settan. Rétt að taka fram, hann í upptöku en vegna tæknibilunar þá ekkert að senda hann beint út en verður settur inn á netið þegar það búið að leysa úr þeim málum hérna. Hér á dagskrá í dag eru fundagerðir bæjarráðs númer 604 og 605 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu, enginn hefur því andmælum. Hafnarstjórnar númer 216, eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 227, fræðslunefndar númer 67 og barnaverndarnefndar númer 97 og síðan hér nokkrir liður undir almenn mál. Það fyrst jafnlaunastefna, síðar umræða, deiliskipulag Leira 1 breyting og samhliða því þá liður 9 aðalskipulag Fjarðabyggðar breyting, byggingarleyfi vegna bílskúrs og Austurvegi 65, endurskoðun hafnarreglugerðar, síðar umræði bæjarstjórn, hafnarstjórnar til fyrri umræðu vegna breytinga sem hafa verið gerð á því, svæðisskipulag fyrir Austurland, breyting á lýsingu fyrir svæðisskipulagið, boðun landsþingsins eða tilnefning fulltrúa landsþings þar sem sú kosning hefur breyst aðeins frá því sem var í vor og svo fundaði semst í tengslum fundagerðir samtaka sjávarútvegssveitarfélaga tillaga að bæjarstjóra verið falið undirbúa úrsögn úr samtökunum sem bæjarráð sendi hér inn. Þannig að við göngum þetta dagskrá réttir í byrjun í bæjarráðsfundagerð númer 605. Það liður 10 eftirlitsmyndavélar í Fjarðabyggð. Varabæjarfulltrúi sjálfstæðismanna sem hér Heimir Þór Gylfason hefur óskað eftir því að fá víkja á meðan vegna tengsla við fyrirtæki sem það eru með ræðir og við tökum þann lið hér eftir bæjarráðsfundagerðanum að öðru leyti til umræðu og atkvæðagreiðslu. En við göngum þá til dagskrár og það eru fyrst fundagerðir bæjarráðs 604 og 605 á undanskildum lið 10 og Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið um orðið. Gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágætir bæjarfulltrúar. Ég fara hérna yfir nokkra liði í fundagerðum bæjarráðs númer 604 og 605 og það liður 1.3 ljósleiðaravæðing 2019. Sviðsstjóri framkvæmdasviðs kom inn á fund bæjarráðs og fór yfir stöðu ljósleiðara verkefna í Fjarðabyggð og framkvæmd ákveðna verkþátta á árinu 2019 sem eru lagning ljósleiðara í Breiðdal Siðufirði frá Stöðvarfirði í Reyðarfjörð, ljósleiðaratengingu við Mjóafjörð sem hluti af hringtengingu fjarskipta innviða og ljósleiðaralagningu í Norðfirði. Og mun sviðsstjóri framkvæmdasviðs fylgja þessu máli eftir og einnig verður þetta tekið til kynningar í eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Það liður 1.4 verkefni síðan 9 í byggðaráætlun 2018 til 2024, náttúruvernd og efling byggða. Verkefnið hluti af stefnu ríkisstjórnarinnar sérstakt átak í friðlýsingu og að skoðar verði möguleikar á þjóðgjörðum á öðrum svæðum en nú eru. Og fékk SSA það hlutverk að leggja fram tillögur að svæðum sem munu henta í þetta verkefni. Bæjarráð samþykkir að leggja til gerpisvæðis sem svæði til verkefnisins en áréttar að hér verið að skoða möguleika á friðlýsingu og mikilvægt að hafa í huga að frekar umræða mun þurfa að fara fram áður endalega ákvörðun friðlýsingu verið tekin. Þannig að þetta í rauninni bara verið að leggja til að þetta svæði verið skoðað. Það fundagerðum, bæjarráðs 605, liður 1, beiðni frá skólastjóra grunnskóla Eskifjarðar nafnabreytingu á skólanum. Skólinn í rauninni skráður og gengur fyrir 3 nöfnum en óskar eftir að skólinn fái nafnið Eskifjarðarskóli og merki skólans einmitt þar með því nafni. Bæjarráð tekur vel í beiðnina en vísar henni til meðferðar og afgreiðslu í fræðslunefnd. Liður 2.2 gjaldfrjálsar samgöngur ungmenna að 18 ára aldri. En 2017 var samþykkt í bæjarráði og eignaskipulags- og umhverfisnefnd að ungmenni
að 18 ára aldri hefðu gjaldfrjáls afnot af almenningssamgöngum. Eftir fund bæjarstjórnar með ungmennaráði núna í lok janúar var farið ofan í þetta mál þar sem var rætt þar, en þá komið ljós að það var ekki búið að ganga frá þessum málum og ungmenni eru sannarlega þegar að greiða fyrir almenningssamgöngur innan Fjarðabyggðar. Og ég vil bara þakka ungmennaráði sérstaklega fyrir að vekja athygli á þessu máli. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd tók málið fyrir og samþykkti tillögu sem liggur hérna fyrir minnisblaði frá 16. mars 2017 gjaldfrjáls not barna og ungmenna að 18 ára aldri að almenningssamgöngum og vísaði því til bæjarráðs og sem samþykktum tillöguna og henni verið vísað til útfærslu hjá SVF Aust og kostnaði vegna ferða verið vísað til gerðar viðauka við fjárhagsáætlun 2019 og þegar svo tala liggur endanlega fyrir þá mun bæjarráð vera upplýst um það. Það er liður 2.8 lág fyrir tillega nemendaskipti milli Fjarðabyggðar og Grafarlíns. Það sem tillagan byggir á því að 2 ungmennum frá hvoru sveitarfélagi kosta heimsækja sína vinnubæi og mjög ánægilegt að þetta verkefni sé komið á, þetta búið að vera í umræðinni lengi. Í gerð tillagan, hún gerir ráð fyrir því að sveitarfélagið í rauninni kosti ferðir ungmennana en gisting og uppihald er þannig að það er hjá fjölskyldum sem á hvorum staðnum sem ungmenni munu gista. Frönsk ungmenni munu koma til Íslands á tímabilinu 7. til 29. júlí og íslensk ungmenni munu fara út 5. til 25. ágúst. Verkefni verði fjármagnað af vinabæjarlið fjárhagsáætlunar 2019 og ungmennaráði er falið að útfæra val og tilnefna umsækjendur sem þeir leggja til að fara til Grafarlíns og þá mun íþrótta- og tómstundanefnd staðfesta það val. Og þetta er bara mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni. Þá ætla ég að koma inn á lið 2.17. Það er fundagerðir samtaka sjávarútvegsfélaga 2018 voru teknar inn til kynningar. Og bæjarráð bókaði það sem við lýstum bæjarráð lýsir undrun sinni að stjórn samtakana hefur ekki tekið til umfjöllunar þær aðstæður sem uppi eru í uppsjávar veiðum. Einnig hafa komið spurningar við veru okkar í samtökunum og bæjarráð einnig bókaði að leiðum til að fólum bæjarstjóra að undirbúa úrsögn úr samtökunum. Eftir að við þessi fundagerð fór út á neti þá hef ég átt samtal við formann stjórnarsamtaka sjávarútvegsfélaga, Gauta Jóhannsson. Bara mjög gott samtal og við munum halda því og fara aðeins betur yfir þetta mál. Það er bara mjög gott að vera komin eiga samtal þarna milli, það er mjög gott. Liður 2.19 tekjutap vegna frystingu framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2020-2021. Við tókum fyrir bókun stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga og bókuðum eftirferðandi, tókum undir bókunina þeirra, bæjarráð tekur undir með stjórn samband íslenskra sveitarfélaga í bókun hennar vegna boðaðrar skerðingar á framlögum í jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ljóst er að við þetta verður ekki unað og hvetur Bæjar- og Fjarðabyggðar stjórnvöld til að hverfa frá þessari ákvörðun. Taka þess í stað upp viðræður við sveitarfélögin hvernig skuli mæta þeim forsendubresti í fjármálum þeirra sem nú blasir við vegna aðstæðna í sjávarútvegi og fleiri þáttum.
Það hlýtur að vera sameilt áherslumál þessara tveggja stjórnsýslustiga að aðkoma þeirra sé viðunandi. En ekki einungis afkoma ríkissjóðs sé jákvæð á kostnað sveitarfélagana. Þetta gríðlegt áhugjefni fyrir sveitarfélagið ef að verður ofan á aflabrest og óvissu vegna kjarasamninga. Freydís, Einar Már Sigurðsson beðið málið Gelssonar. Forseti, örfáði liði sem að ég vildi minnast á í þessum fundagerðum hér. Það fyrst í fyrir fundirum 604.14 sé nýju byggðaáætlun. Eins og framkom í máli formanns bæjarráðs þá var lagt til hér að Gerpissvæðið færi þetta ferli. Það var einnig svæðið á Úthéraði og síðan svæði tengt fuglamálum í Djúpavogi sem fóru til ráðuneytisins tilnefndi í þetta. Nú hef ég af því en ekki formlegar frá því gengið en óformlega fréttir af því að þessi svæði hafi öll verið samþykkt en það ætti bara að ganga svona formlega frá því. Þannig að við getum farið að setja okkur í stellingar að átta okkur á því hvernig við viljum vinna máli hér en það rétt að geta þessu að það munu peningar fylgja verkefninu frá ráðuneytinu. Þannig að sú vinna sem þarna fer fram á að vera okkur að kostnaðarlausu og gefur okkur góða möguleika sem þetta á að skoða þetta vanda því að það þetta mjög mikilvægt að þarna sé ekki verið að stíga skref sem ekki í takt við fólkið í sveitarfélaginu þannig að það þarf að vanda sig við þetta. Aðeins líka með lið 2.2 í bæjarráð 615 fundi það að segja gjaldfrjáls og samgöngur sem auðvitað eins og framkom hjá formanni bæjarráðs eðlilegt að þakka ungmennaráði fyrir það að vekja athygli á því að þetta skuli aldrei hafa náð alla leið og kemur í ljós að það hefur stoppað á leiðinni eins og maður segir og nú verður þessu auðvitað kippt í liðin og það komið erindi sem þetta búið að senda það til stjórnar SVF og það er gert ráð fyrir að þar sé stjórnarfundur í næstu viku og ég ger ráð fyrir því að þessu verði kippt í liðin svo fljótt sem verða má og reynt að áætla einhvern kostnað við það. Aðeins varðandi skýrslu ástand Norðfjarðarár sem að búið að vísa raunverulega bæði til hafnarstjórnar og ESU nefndarinnar. Þannig svona sameiginlegt áhugjefni sem að ég held að við þurfum öll að velta fyrir okkur hvernig við getum með veiðifélagi árinnar reynda að aðstóða að hlúa því að það komi aftur upp meiri veið í ánni vegna þess að hennu farið hringnarni mjög síðustu ár þannig að það áhugjefni sem að þarf að skoða og ég gerir ráð fyrir því að við förum yfir það í sameiningu. Aðeins þetta eilíðar mál okkar sem við erum alltaf að fá hér upp aftur og aftur samskipti ríkis og sveitafélag. Ég verð að segja mér brá nú svolítið vegna þess að ég hélt að þessi mál væri nú komin aðeins lengra heldur en þetta sýnir og tek heilsugar undir ályktun stjórnar sambandsíska sveitafélaga og við láta þess getið að mér það sérstök ástæða til þess að fagna framgangi formanns sambandsins í málinu því að það hefur verið mjög skörlega gert og vel en því miður ekki það sama hægt að segja ríkisvaldsmegin því að þar hefur verið sýnist mér og menn hafi verið að draga í land til að byrja með þá séu menn að mæta aftur á fullum þunga í málið og fjármálaráðherra nú búin að gefa í skyn að það sé einhver misskilningur sveitafélaga að það sé vona og hugsanlega einhverjum samdrætti þar að það sé hins vegar bullandi sigling á sveitafélagunum upp á við þannig að vonandi að rétt rætist en því miður held ég að það sé nú ýmist tvækn á loftum annað. Það líka mikilvægt að rifja upp að það eru fordæmi ákveðin fyrir því þegar að samdráttur verður eins og hefur til dæmis verið hérna hjá okkur varðandi loðnuveðarnar að þá hefur ríkisvaldi reynt að koma til móts við svæði sem hafa lent í slíku meðal annars með því að flýta framkvæmdum. Þannig að ég held að það sé rétt að halda á lofti þeim möguleika að ríkisvaldi geti komið og flýtt hér ríkisframkvæmdum en við vitum að það er nú engin voðalegu fjöldi ríkisframkvæmda sem er hér á okkar svæði núna þannig að fyrst og fremst væri það þá samgöngu bætur að ræða sem að væri þá hægt að flýta í þessu samhengi og það eru fordæmi fyrir því hér á árum áður að slíkt hafi verið gert þannig að mér finnst eðlilegt að menn skoði það
þó að við þurfum nú ekki að fara í eitthvað mikið svartnætti held ég yfir þessu, það er ekki þannig. Ég held að þetta er auðvitað hluti af því að búa við þær aðstæður að uppsjá að fiskurinn er svona stór hluti hjá okkur, að auðvitað hefur þetta verið gegnum tíðina svolítið upp og niður og þannig gengur þetta. En við auðvitað horfum bjartsýn til framtíðarinnar og trúum því að þetta sé árið sem er undantekning en verði ekki af reglu. Að svo mæltu þá vil ég óska eftir því við forseta að ég fái heimild forseta til þess að yfirgefa fundin stundarsakir vegna annars máls sem ég þarf að sinna. Þannig að ég get ekki nákvæmlega tilgreint hvernig því verður en ég vona að forseti veiti mér ljúfmannlega það leyfi að yfirgefa fund með hans heimild en mun svo birtast að sjálfsögðu aftur. Takk fyrir Einar. Það er mér ljúft og skylt að vera þess líkum óskum samkvæmt fundarsköpum, þá geta bæjarfulltrúar óskað til því að eitthvað er sem þeir eru að sinna stundarsakir, að fá að hverfa fundum og koma bara nýja aftur inn, þannig að Einar gefur bara merkið þegar hann þarf að stökkva úr sal. En Dýrun Pála Skaftóttur beðum orðið, gerðu svo vel Dýrun. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar að fara á fund bæjaráðs 605, liður 2.7, en þar kemur fram tillöga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að taka upp fjárhagsáætlunin í bæjaráði. Það kemur okkur gríðarlega óvart að meirihlutin vilja ekki ganga tillögunni og vinna því í samningu að finna leiðir til þess að draga úr þeim áhrifum sem loðnubrestur hefur á samfélagið allt og er þetta leið til þess. Tillögan gengur út á það að mæta forsendubrest fjárhagsáætlunar þannig að við búum við raunhæfa áætlun sem gefur glögga mynd og tekjur og útgjöldum sveitarfélagsins. Tillagan er viðleitni okkar til samstarfs meiri og minnihluta til að mæta þeim tekjumissi sem blasir við okkur. Í bókun meirihluta og miðflokks er lagt til að beðið verði með að fara yfir fjárhagsáætlun þar til línur skýrast, en ég velti fyrir mér hversu lengi eigum við að bíða. Það er nokkuð ljóst að í A-hluta bæjarsjóðs er þegar komin tekjuskerðingu upp á 160 milljónir og er ekki ráð að við tökum strax upp fjárhagsáætlun og vörnum því að áhrifin verði veruleg. Í okkar tillögu er farið yfir það í greinargerð að finna leiði til hagræðingar og hafa takmörkuð eða engin áhrif út í samfélagið. Það eru fjölmörg tækifæri til þess. Við beinum því til sviðsstjóra að hefja þá vinnu þar sem ýmis verkefni eru þegar komin á stað og erfitt að fresta þeim. Það verður svo nefndana að forgangsraða hagræðingunni og endanum bæjarstjórnar að samþykkja það. Ég verð að segja það að afstaða meirihlutans veldur mér vonbrigðum. Það veldur mér vonbrigðum að meirihlutin hafi hafnað tillögunni á nokkuð samtals mögulegar útfærslur. Við teljum tillöguna eðlilega í ljósi forsendubrests. Takk fyrir Dýrun. Fá leyfi til að kveðja með ljós og Rúnar aðeins komin á nokkur atriði í liðum bæjarráðs. Byrja hér á bæjarráðsfundingi 604, bara líkt og þeir sem hafa hér talað undan mér koma sem lið bara 4 einmitt þessa áreitning það að þetta það verður að stíga svona ákveðin skref til þess að leggja inn í þetta verkefni sem nú er á döfinni hjá ríkisvaldinu og full ástæða til þess að fagna því að það skuli nú fylgja þessu fjármagnum til að skoða slíkar aðgerðir, en bara eins og til áreitningar á því að menn hafa sem engar ákvarðanir tekin. En það er, gerpisvæði er ekki nýtt að nálinn í þessari umræðu. Það hefur verið áratuga skeið sem hefur rætt það, hvort að það hendi og það hendi vel að margra mati til friðlýsingar. Slíka vinnu þarf þetta bara að vinna í fullri sátt í landeigendur og svo framvegis. Við höfum tekið þessu umræðu áður. Áttum hér umræðu á sínum tíma við umhverfisráðherra þáverandi 2011 maður rétt og 2010-11 áttum svo hér umræðu við umhverfisstofnun og fulltrúi umhverfisráðansins aðstofamann umhverfisráðherra daginn þetta og menn taldi svona eðlilegt að bara skoða þetta við rólegheitum og leiða samþykkja að leggja inn í þessa skoður vinnu sem samtök sveitarfélaga í hverju svæði eða tilnæmi til svæði sem farið þá frekar yfir en þetta er heilmikil
það er heilmikil umræð eftir ekki orða það áður en menn kannski komast að stað hvort menn eiga að fara í friðlýsingarferli ekki. Þannig að það er ágætt að halda þessar umræðu við. En leið verður það að vera klárt að sú friðlýsing skerði ekki þær nýtingar sem nú eru þegar og jafnsverðum hvað varðar ferðaþjónustu, göngulega ferðaþjónustu, veiðar og svoleiðis. Gerpisvæðið er bara stór liður í hreindýraveiðum sem dæmi og það þarf að skoða það vel. Aðeins bara umsóknum framlög og framkvæmdasjóði aldraða, það var lögð fram á fundi bæjarráðs nr. 604 gögn umsóknir styrki eða semst við til framkvæmdasjóðs sem að koma að framkvæmdum sem bæði lagfæringum og fleira á Hulduhlíð og Uppsölum kannski að stórleiti og svo Hulduhlíð líka. Nú bara vonandi að framkvæmdastjóðurinn bregðist vel við. Við höfum fengið því fregnir í gegnum fjárlaganefnda fólk að það eigi að vera fjármagn til. Ég vonum sannlega að þetta kom því okkur veitir ekki af í þær viðgerðir og annað sem þarf að fara í á þessum húsnað, þessar heimil og sérstaklega Uppsölum, það sem þarf mikið að koma til. Aðeins bara svo vekja athygli bæjarfulltrúa, ég veit að aðeins vafist til liður 6 lífeyrisskuldbindingar Skipulagsstofu Austurlands. Sú merka skrifstofa sem til var. Bara til áreitingar, Skipulagsstofu Austurlands var á sínum tíma stofnað til á vettvangi sveitarfélagana og síðan sambandið kom svo inn í það reyndar svona fljótlega, eina mál mannaði kannski betur, fljótlega á eftir en sveitarfélagin sameinist þetta var þeim tíma sem skipulagsmál voru kannski ekki að vega mikið þáttur í starfsemi sveitarfélagana og sveitarfélagin 25 eins og kemur það fram í þessari brotatölu sem við erum að fara að borga. Það voru 25 sveitarfélög þegar til það var stofnað sem báru á ábyrgð. Hún var starfandum þó nokkur ár og þetta í framhald af því að samband sveitarfélag fekk fyrirspurn fyrir 2 árum þar sem einn af þessum starfsmönnum sem vann þetta nokkur ára skeið fann að taka lífeyristöku, hefur hafið lífeyristöku og þá náttúrulega þetta liggja fyrir hvernig að þetta skiptist. Það lána nokkuð fyrir að þetta hlyti að vera ábyrgð sveitarfélagana sem hefðu stofnað til einfaldri ábyrgð þeirra, ekki sambandsins sem slíks vegna þess að sveitarfélagin koma aðeins á undan og við erum orðin þar sem við erum forverar Fjarðabyggðar 8 að tölu koma þessari stofnun, þá töldum við rétt að við tækjum 8 af 25 hlutum í þessari, en þetta nú ekki stórar upphæðir að ræða en enga síður þarf þetta að klárast, þannig að við höfum gengið frá þessu. Ég gera það fyrir sveitarfélagin hér í kringum okkur síðan takast það gett til fötuna líka. Aðeins bara núna víkur sögunni að lið 7 sem bæjarfulltrúi Dýrum Pála var að fara hér yfir áðan. Tillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eða lögðu fram eða kynntu og lögðu fram á síðasta bæjarráðsfundi nú í þessari viku og hún hefur nú farið yfir tillöguna og með greinargerð sem þeir lögðu fram og leið lýst yfir því að miklum vonbrigðum að þessi tillaga ekki verið samþykkt og telur það vott um það að þessi engin vilji til samstarf. Ég svo sem veit ekki alveg hvaða skilning menn leggja í samstarf en við kannski ítrekum það í okkar bókum sem ég ætla að lesa upp í tengslum að þessa afgreiðslu. Meirihluti bæjarráðs fulltrúa Fjarlaust og Framsóknarflokks ásamt fulltrúa Miðflokksins lýsi yfir furðu með tillöguflutning Sjálfstæðismanna á bæjarráðsfundi 18. mars 2019 endurskoðun fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2019. Í ljósi þess að bæjarstjórn tók saman að bókun á fundi sínum þann 7. mars síðastliðinn þar sem sviðsstjórum og forstöðumönnum að stofnana sveitarfélagsins var falið að fara yfir fjárhagsáætlanir sínar og gæta fyllsta aðhalds í fjármálum. Þá kom þar fram að bæjarstjórn nefndin myndi fylgjast vel með þróun mála í atvinnulífinu áfram og meta til hvað aðgerðir er gripið. Nú liggur fyrir að loðnubrestur mun verði í sjávarútvegi ástætt því að mikil óvissur upp með veiðar á kolmuna sem mun hafa áhrif á atvinnulífi ekki síður en tekjustum á sveitarfélagsins. Rétt er að taka fram að núna í vikunni eftir að þetta var bókað þá komu þau gleðitíðindi að það væri búið að semja við Færeyinga. Ísland og Færeyinga saman samkomulag fyrir þetta ár og næsta á grunni þess sama grunni og verið hefur, þannig að sem betur fyrir var nú þeirri óvissu eitt. Svo heldur bókun áfram, þá eru kjarasamningar framundan á sveitarfélagum ásamt því óvissur upp með framlögu jöfnunarsjóði. Vegna þessa telur meirihluti bæjarráðs ásamt fulltrúa Miðflokks rétt að sýnt verði áfram aðhald í fjármálum sveitarfélagsins en beðið með endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins sinn með línu skýrast í þessum málum.
Þá er rétt að árétta vegna tillögu sjálfstæðismanna við endurskoðun fjárhagsvottunar koma því verki nefndi sveitafélagsins í samstarfi við sviðsstjóra og rétt er að kalli slíkum viðbrögðum í tillöguflutningin ekki fela sviðsstjórun slíka vinnu einhliða sem mátti kannski skilja í tillögunni en það hefur nú verið útskýrt hér nú áðan í máli bæjarfulltrúa og slík vinna þegar hafin. Kannski vakti mesta furðu að frá síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem menn stíga mitt saman í algjöru samstarfi hér það að hefja þá vinnu að sýna aðhald í fjármálum sveitarfélagsins, fara að greina, fela nefndunum að fara í gegnum þá liði sem við getum gripið til að þá skuli fæðast tillaga milli. Það minnir mig svolítið á pólitíska leikþátt. Þið verður bara að afsaka það. Ef þið hefðu neitað að standa þeirri tillögu og talið að hún gengi ekki enn þeirri bókun og talið að hún gengi ekki nógu langt, þá hefði þetta verið skilningur á því. En mér fannst svona merkilegt að þetta skildi breytast. Það liggur fyrir að loðnubresturinn verður, kolmunum mundi skila okkur, hugsanlega muni aðrir þættir eflast, við vitum það ekki, kjarasamningarnir eru og við erum í þessu jöfnunarsmálum. Þess vegna er mjög mikilvægt í þeir ljósi þeirra aðstæðan sem er að skapast í samfélaginu og þess samdrátt sem þess vart að við skoðum vel okkar mál en munum það líka, við getum ekki sett samfélagið algjörlega í handbremsu. Það þarf líka að vera það sem opinber aðalega velti fyrir sig. Hvernig mun þeir nálgast þessi mál á næstu dögum og í miður kjarasamningsferli þar sem allir kjarasamningar eru uppnámi og sveitarfélagin ekki sem er komið að því að við fyrir að semja okkar vissendur. Því að það er verið að bíða til almenni markaðarinn klári, síðan munum sveitarfélagin fara á stað. Þannig að í ljósi þess þá er brýnt að við skoðum á öllum við sviðum hvernig við getum sýnt það að við reynum að græðast við en við setjum nú ekki allt á hliðina leið. Í því felst náttúrulega, ég tek algjörlega undir og það var svo skilningu þegar við lögðum fram sameiginlegu bókun 7. mars að með því værum að bregðast við ástandinu, værum ekki að segja við ætlum að breyta í grundvallaratriðum en við ætlum okkur að fara að stíga þessi skref. Nú veit ég ekki hvernig á að nálgast það að skera niður útgjöld sveitarfélagsins án þess að það hafi áhrif á ef það ekki hafa áhrif á mannaflsfrekar framkvæmdir, semst fjárfestingar okkar, sem ég fegin ég til að við eigum ekki að draga úr þeim að stíma þau eru flesta komin á stað, þá hlýtur það að liggja fyrir við ætlum að taka til reksturinn. Og ef hann á því með skömmum og stuttum fyrirvara, þá liggur það fyrir að það mun vera umfangsmiklar aðgerðir. Þannig að svona í ljósi þess að það er miklar óvissur uppi og það er mikil óvissa í samfélaginu og það er þýr ekki að veita því miður harka í vinnudeilum þá tel nú rétt að við sveitarfélögin hvert fyrir sig stígu nú aðeins rólega niður gætum okkar, reynum að ná sama aðhaldi á þeim forsendum því miður, þá var þessi tillaga felld að því að það var algjörlega vilji okkur að bóka áfram þá veru eins og við gerðum á bæjarstjórnarfundi 7. mars að það væri sameiginleg skilning því að auðvitað viljum við vinna þetta sama sem bæjarstjórn en samvinna felst ekki því að boða tillögur fyrirfram það er bara ekki þannig samvinna felst í því að ná niðurstöðum hvort menn að leggja hann tillögu eða bókun, sammeila eins og við gerum það 7. mars en hitt er ekki samvinna hitt er einhliða ákvörðun sem þér býðst að taka þátt í og þau eru áhugaði það er bara þannig að þetta er ekki með nokkur hótt að vera að segja að það viljum ekki vinna með allir flokkar ekki að vinna saman svo sannarlega viljum við vinna þessu með sjálfstæðisflokknum við þessi 3 flokkar saman bóku það er engin afgangur því að við viljum vinna það en það verður að vera samvinna það þannig að þannig í þessu felst ekki að vensi að loka það á nokkurn hátt þó þessi tillaga hafi farið svona en því lýst í þessari bókun samt sem á hvað liggur að baki þeirri ákvörðun en síðan mun okkur gefast og sannlega vonu okkur gefist það tækifæri við erum búin til þess í Hafnarstjórn búin að taka yfirferð á vettvangi Amsterdar á síðasta fundi og fórum við yfir það svona sameiginlega og með góðri sáttu það hvernig við sæjum fyrir okkur hvar við getum dregið úr á þess að kæmi niður á framkvæmdum og því umfangi sem við ætlum okkur í þessu ári hvernig við getum reynt að dreifa því þannig að við getum haldið okkar framkvæmd áætlun okkur dveginn en leið svona dreigið saman þann þáttan sem ekki myndi koma niður og það virðist hafa tekist í Hafnarsjóður samkvæmt
loðnubresti munum við missa 100 milljónir úr tekjum hans. Nú veit ég ekki hvort að einhverja aðra tegundir munu aukast, vonandi, og tekjur hans þá það jafnast eitthvað út, en með það þá höfum við náð þeirri sýn þar sameiginlega í hafnarstjórninni hvernig við náum þessu markmiði. Og ég vona að aðra nefndir fara að skoða það hjá sér, og ég veit að það sé þetta misjant eftir nefndum hvað þeir geta brugðist hratt við. Það eru nefndir hjá okkur sem eru að sinna eingöngu lögbónum málaflokkum, og í fjárhagsgerð hvers árs er reynt að taka mið af þeim að þeir málaflokkar séu bara akkurat í samræmi við þá þörf sem upp í samfélaginu hverju sinni. Þannig að við þurfum þá að skoða þá málaflokkar sem ekki eru lögbundnir, hafa ekki áhrif á börnin okkar eða fjölskyldunar, minna. Það er þá ein leið. En ég er fullur sem að nefnda það ekki, ég vona að nefndirnar muni ná þeirri vinnu sameiginlega. Aðeins bara lið 9, bara kynna þennan lið. Þetta er sem sagt eins og menn muna, þá var gerður samningur á síðasta kjörtíðanbils við landgræðslunum endurheimt votlendis í Fjarðabyggð. Þetta er liður í loftslagsáætlunum okkar lands, hvernig við náum þeim, meðal annars er það endurheimt votlendis. Ég veit að það eru þetta skipta skoðan í vísindasamfélaginu að sjá svona á greinum fyrir leikmann, að þá hafa mann ýmsar skoðanir því enga síður er endurheimt votlendis ásamt skógrækt sjást áhrifaríkasta leiðin sem við höfum til að bregðast við í mótvægisaðgerðum við loftslagsbreytingum, að undanskildi því náttúrulega að minnka notkun jarðefnaeldsneytis. Þannig að við komum inn að þetta, lögum til land annars vegar efst hér á Kollaleirum og einst hér út á Hólmum. Aðeins í kringu það, þegar menn fóru að rýna svæðin, þá fór hafnarstjórn, svo við vorum að taka þetta fyrir þar og skoða núna í sumar, þá þetta veltum svolítið fyrir okkur vegna þess að eitt af framtíðar hafnarlöndum okkar er Flateyri, hér utar í Reyðarfirði. Það tegi sig að Hólmum og áhrifasvæðis þessara, þannig að við vildum bara að hefðum það skýrt, þannig að nú veit ég ekki hvernig að því kemur að við þurfum að nota Flateyri, vonandi sem fyrst, en það er svona einhver ár hið minnsta í það, að það væri þá bara alveg skýrt að við getum tekið þann hluta því landi aftur, þannig að við erum ekki að ganga inn á þetta land sem væri búið að skipuleggja. Við erum þarna að búið að skilgreina það. Þetta er svona í útenda hólmasvæðisins sem verður endurheimt í. Að öðru leyti mun þessi endurheimt geta gengið eftir, og við erum bara búin að fastsetja það í samningunum. Hafnarstjórn samþykkt það á fundi sínum þarna fyrir bæjarráðsfund og bæjarráð staðfesti það. Aðeins í tengslum við 10 eftirlitsmyndavélarnar, ég ætla að taka það síðan, fyrirgefið þeim minn, ég mun taka það eftir. Ég kom að skriða, ég var bara fann að taka hvern liðin á öðru. Ég beðist afsökunar, ég mun taka þetta fyrir og eftir. Ég ætlaði bara að kynna þetta. Aðeins bara í sambandi við lið 18 næst, sem er hérna, það var lagt fram 87. mál frá Alþingi, þingsályktun þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Það er rétt að taka það fram að bæjarráð tók undir þetta stóra mál sem hefur haldið samfélaginu okkar svolítið lengi í herkví, landsbyggð versus höfuðborgarsvæði. Að það er rétt að muna leið að menn leggja hann tillögur svo þessa, og maður tekur undir því að maður telur það og vonar að niðurstaðan verði svo í framtíðin að það fari saman að með allri þessari uppbyggingu, opinberra stjórnsýslu, heilbrigðisþjónustu og fleira sem hefur Reykjavík utan náttúrulega bara uppbyggingu fyrirtækja, að þar verði flugsamgöngur sem bestar áallt fyrir okkur sem þurfum að sækja þetta landi. Það var rétt samt að hafa í huga að bæði örugglega hér og víðar í sveitarfélögunum er ekki, kannski finnst mönnum ekki mörgulegt ekki létt að ganga til umsögn þingsályktun þessa, vegna þess að flugvallarmál er líka skipulagsmál. Skipulagsvald er í höndum okkur sveitarfélaganna, og við höfum litið á það sem svona okkar óskoraða rétt. Þannig að til þess að fara með okkar land, það er eins með Reykjavíkurborg og okkur. Síðan getum við haft á því skoðaninn hvort að Reykjavíkurborg hafi meiri og reikari skyldur við landsmenn sem höfuðborgin okkar allra, sem við þurfum svo mikið á að halda og sem þjónust okkur vel margt, og hefur verið tekin svona ákveðin stefna í því hvernig skuli byggt þar upp. Þannig ég held að þjóðaratkvæðagreiðsla sem slík getur aldrei tekið það vald af Reykjavík, eðlilega. En við getum sagt að það felist í því ákveðin kannski skoðanakönnun, hvernig þau mál liggja. Og það með, ef vengtum af henni verði, þá með horfa til þess, en við getum aldrei tekið skipulagsvald af Reykjavík.
ekki frekar en við kærum okkur átt að taka skipulagsvaldið af okkur í málum. Það er bara þannig. Það verður eitt yfir alla ganga. Þessi umræður átt sér staðan á Alþingi áður og verður að velta fyrir sér þjóðhagslega mikilvægum málum. Það er bara svo misjafnt hvernig við lítum á þjóðhagslega mikilvæg mál. Þannig að það er rétt að en enga síður tökum undir vegna sem við viljum náttúrulega sjá að þarna byggist upp samgöngumiðstöð við flugvöllin. Eins og við ályktum á þingi samband sveitarfélagi haust að þarna byggist upp samgöngumiðstöð og þarna verði flugsamgöngur þangað til einhver annað kemur sem getur að leysa það. En þessi flugvöll getur ekkert farið með engin annar völlur leysir en það er alveg á hreinu. Og ég held að það sé töluvert langt í það að við byggjum flugvöll á Íslandi. Við höfum bara fá að byggt sjálf sem betur fer. Við höfum byggt flugbrautir en flugvöllin hafa komið til vegna samstarfs við ég ætla ekki að með að segja Atlantshafsbandalagið meira og minna hvað sem er í Keflavík eða Reykjavík. Þannig að við höfum nú sem betur fer má segja ekki mikla reynsla að byggja þá kostnaðarlega séð en það er gríðarlega umfangsmikið verkefni sem ég held að sé kannski einhver bið á og þangað til verður þessi flugvöllur okkar að þjónusta okkur sem best í Reykjavík. Aðeins og bara væri betur á í þessu árferði við væri nú í samtali sveitarfélögum og ríki hvernig getum mætt forsendubrestinum en ekki vera þráttu það hvort þeir að skera niður. Nú veit ég alveg að ráðherrar og þingmenn telja sig verið alveg sömu stöðunni. Það er minnkandi, loðnubresti kemur ekki bara niður á sveitarfélögum, kemur niður á ríkisvaldinu líka í minnkandi tekjum. Munurinn liggur bara í því að ríkisvaldið hefur og fleiri tekjustofnum að spila og fleiri tekjustofnum að velja þar leiðandi kemur þetta harðar og síðan maður ekki gleyma því að það kemur mishart niður sveitarfélög. Það eru sveitarfélög á landsbyggðinni. Þetta kemur hart niður okkur. Við munum hafa það af. Það verður rengingar. En það eru minni samfélög hér fyrir norðan okkur sem við munum koma gríðarlega hart niður á. Samfélög svo Langanesbyggð, Vopnafjörður. Þetta kemur hart niður á Vestmannaeyingu líka. Höfn í Hornafirði. Þannig að það mun hafa þetta áhrif, það mun hafa áhrif önnur sveitarfélög líka. Þannig að við ættum að vera kannski einbeitt okkur á því hvernig við getum í sameiningu þessi 2 stjórnsýslustig laga þetta eða komið á móts við þetta. Ég veit allt það í fjármálaáætlun stendur að það eigi að skila ákveðnum tekjuafgangi ár hvert og það er meðal annars inntak þess að nema menn hafi miskilið svona gríðarlega hennar fund hjá fjármálaráðuneytinu að eins og hefur nú látið að liggja að það sé í þessu menn sé ekki að fara í þessa frystingu en það sé að það eigi að skila þessum afgangi þá er það bara eins og annur mannanverk. Menn geta breytt fjármálaáætlun, menn geta breytt viðmiðun í henni ár hvert hvort það eru 28 milljarðar eða 25 eða 22 hlýtur náttúrulega stjórnast í árferði sem hverju sinni er upp á Íslandi. Ef á að gera breytingar í jöfnunarsjóði þá kalla á lagabreytingar hefði ég talið sem er umfangsmikil aðgerð og ekki tekin tilbaka svo einfaldlega og mér finnst bara eins og hefur komið fram að við höfum að einbeita okkur því núna að sigla í þetta gegnum þetta sameila þessi stjórnsýslustig, sveitarstjórn og ríkisvaldið en ekki það að við ætlum að laga hag ríkissjóðs á kostnað sveitarfélaga eins og þetta lítur út núna en ég vona svo sannarlega að þessar umræður sem hefur verið kallað eftir við fjármálaráðuneytið og byggðamálaráðuneytið það farið bara sem fyrst í gang og ég vona ég tek undir með Einari Már Hráðan að ég hef svona ákveðnar áhyggjur af svona orðum sem hafa fallið í dag á þingi. Mér fannst ekki til þess fallin að við værum að ná saman en það er full ástæða til að hrósa líka eins og áður kom fram formanninn sambandsins. Hún hefur staðið í náttúrulega stendur eldlínunni á okkur stjórnarmannum í þessu og hefur gert það miklu myndabara því að þetta er auðvitað bara samskipti sem hafðu tekið miklum og góðum stakkaskiptum á síðust árum fjárhagsleg samskipti ríkis sveitarfélaga þó verðum ekki alltaf sammála það að þá var samt samskiptin með ágætis brag og þetta var svona ákveðin eins og kemur fram í bókunni ákveðið bakslag fannst mönnum að fá svona einhliða ákvörðun eða einhliða tilkynningu það að nú skildi dregið saman þannig að það er ekki síður inntekið en það fleira var það ekki ég hef
lokið mál mínu, já, Einar Már gerði svo vel. Orðið er laust. Rúnar Már Gunnarsson, þú hefur beðið orðið, gerði svo vel. Forseti, bæjarstjóri og fundarmenn. Ég ætla nú bara að fara svona létt hérna yfir það sem að flestir eru búin að fara yfir. Það er byggða áætlanir friðlýsingin. Ég er dálítið áhyggjur af svona friðlýsingu. Það er mjög sterk ákvæði þar inni notkun vélknúinna ökutækja og það er mjög sterkt orðað í sambandi við allar byggingar, breytingar og allt inn á þessu svæði. Vélknúin ökutæki eru líka snjósleðar sem aka á snjó og þeir eru þarna með skipta skoðinu hvort að það er leyfilegt inn á þessum svæðum eða ekki. Nei, ég vil að við skoðum það mjög vel. Í Norðfjarðaráin, bleikjuveiði er að minnka mjög víða land og bleikjuveiði, og ég ætla nú að vera alveg rosalega leiðilegur, hún má aldrei hamla því að við getum ekki tekið efni úr ánni, í ánni og í kringum ána. Ég veit að veiðimenn verða ekkert ánægðir með mig, en þetta er samt bara svona. Við búum bara í þessu landi og við þurfum að nota efni í byggingar og bleikjuveiði verður þá bara að víkja ef að það er vandamálið. Fjárhagsáætlun 2019 tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég verið alveg jafn hissa á þessu og hinnir, vegna þess að þeir komu bara viku of seint. Við vorum að fjalla þetta á fundinum áður og þó Jenny hafi ekki verið á fundinum, að hann skuli síðan vera með einhverja andrar tillögur í gangi, ekki á fundinum, það er ekki tækt sko. Við fórum í gegnum þetta á fundinum að við ætlum að ræða þessi mál. Sviðsstjórnin allir beðnum að fara í þetta mál og lækka kostnað. Og svo komið þið með þetta er bara auglýsing. Ég bara er ekki fyrir svona, ég er ekki fyrir það að vera með auglýsingamennsku í pólitík. Við förum bara í það þegar við förum í kosningabaráttuna. Þá förum við auglýsingarnar, en ekki gera það hér inn í miðju kafi. Endurheimtur votlendis. Ég er alveg hrifinn af því sko. Ég er mjög hlynntur því að ef að ríkið eða einhver vill borga okkur fyrir á móðgáfunni skurði, þá er það bara fínt. Verktakarnir okkar fá vinnu við á móðgáfunni skurðina og vélamadurinn borgar okkur skatta af tekjunum sínum. Það er bara fínt ef einhver vil gera þetta. Takk. Takk fyrir Rúnar. Heimir Gylfason hefur beðið orðið, gerðu svo vel Heimir. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundarmenn. Ég vil fara hérna yfir 605.27 þar sem við bæjarfólk Sjálfstæðisflokksins kom með tillögu að taka upp fjárhagsáætlunina aftur. Sko, þetta er frekar dýnamískt umhverfi sem við erum búin að vera í núna síðustu vikur. Hún segir, Rúnar, að við erum við erum aldrei á sein að ræða fjármál sveitafélagsins eða breyta þeim eða sjá að okkur eða hugsa kannski betur út það sem er komið upp. Svo staða sem er komin upp eru náttúrulega klárlega að breyta forsendurvandi tekjur og það kallar á að taka upp fjárhagsáætlun. Það er tekið fram í reglugerð fjárhagsáætlun sveitafélaga. Í 18. grein þar. Það er tekið fram að það eru breyttar forsendur að það ber ykkur skylda að fara yfir þessi mál hvernig á að bregðast við því. Og til dæmis þá vitum við það að snjómokstur er að fara fram úr sér og við eigum 3 mánuði eftir þessu ári í snjómokstri. Og síðan eru hlutir í fjárhagsáætlunum varðandi til dæmis sem að snúa ekki að okkur hér kannski beint, við erum að fara að senda peninga eitthvað annað, endurnýjum bifreiða og fleira í þeim dúr sem að eru kannski ekki að fara að hafa áhrif á rekstrahliðina myndum við allavega skoða, ég myndi skoða það. Við erum að fara að senda útsvarið okkar til eitthvað annað. Við fáum það ekki aftur inn í hringrásun okkar.
Þannig að það er brýnt að endurskipulega svo hægt sé þetta fjármagn og sína smá skynsemi í þessum málum. Og ég er bara vek furðu mín á því að það skulle ekki vera tekið vel í það að skoða þessi mál og gera það náttúrulega með sviðsstjórunum. Þeir eru búinir að fá það verkefni að endurskoða, þeir hljóta að vera konur með eitthvað tillögur og við þurfum að fara brýnt að við förum djúpt í þetta mál. Þannig að ég bara ítrekka aftur, furðu okkar á því að þið skulle ekki vilja taka þráðinn, endurskoða þetta og í samstarf með það. Án þess að við höfum, eins og þú verður nefna hérna með reksturinn og eins á fyrirtæki hérna á svæðinu. Og ég áttur að finna fyrir þessu og er farin að finna fyrir þessu. Ég byrja að finna fyrir þessu í nóvember. Sko. Og svo var hérna Reykjavíkurflugvöllur 218. Ég bara tek undir aftur eins og við tókum fram á SSA. Þetta er bara mjög mikilvægt mál. Ég þekki það líka eigin skinni að mikilvæg flugvöllarna þar sem hann er í sambandi við sjúkraflug og aðgengið að þeirri þjónustu sem við þurfum hann í Reykjavík. Þannig að ég held að við ættum aldrei að hætta að skipta okkur að þessu máli í Reykjavík þótt að þeir hafi skipulagsvaldið. Þá eigum við að hamra á þessu eins og við getum því að þetta er mjög mikilvægt mál fyrir okkur. Mjög mikilvægt. Takk fyrir. Takk fyrir Heimir. Dýrun Pála hefur beðið morðið. Gerðu svo Dýrun. Forseti, þannig oft þegar maður kemur hérna upp að þá er svona eins og maður sé að tróða tíköllum í trúðin, en ég sé mig núna til þess að koma engað upp núna vegna orða Rúnars. Jens Garðar er í leyfi, hann er í leyfi fram í október og á þeim tíma þá gegn ég starfi oddvita. Hann er ekki á bak við tjöldin. Ég hef ekki í sambandi við þessa tillögu á nokkurn hátt haft sambandi við hann. Heldur hef ég ásamt þeim hóp sem starfar innan Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð verið í góðu samráði og mér finnst þetta vera vegið af mér sem starfandi oddvita Sjálfstæðisflokksins akkurat núna. Og ég bara ætla að taka þetta til mín. Mér finnst þetta ekki gott mál, svona dylgjur. Takk fyrir Dýrun. Rúnar Morgunarson hefur beðið morðið. Gerðu svo Rúnar. Fjárhagsáætlunin. Sko, frændi talaði að rétt á hann að við vildum ekki taka á þessum málum. Ég bara er ekkert sammála því. Við tölum það hér daginn, ef við ætlum að taka málunum. Nákvæmlega þetta sem hann er að tala á alls konar fjárfestingum, á því sem hægt er að spara í, sem ekki leiðir til þess að við þurfum að taka mann auðinn. Og ég er bara þeirra skoðunar að núna er Fjarðabyggð að framkvæma alveg á fullu. Nú er hérna niðursveifla og þá erum við að fara að framkvæma. Það sem Dýrun er fúl yfir, og það getur vel verið það sé bara allt í lagi hún sé fúl yfir í, ég ætla ekki að taka þannig af henni. En þetta er svolítið skondin oft þessi vinnubröð þegar fólk kemur á fundi ægilega vel undirbúið, þar sem það kannski sagði ekki orð á meðan á umræðinni stóð. Og það var nú bara það sem ég var að skjóta á því, sko. Það var ekki fleira. Takk fyrir Rúnar. Aðeins bara fá að kveðja með hljós hér sem í annað sinn. Svona í framhald að þessu, kannski framhald á orðum Heimis hér áðan. Og bara eins og ég kom fram mínu svari. Ég lít svo á. Nákvæmlega svo kom fram í máli Rúnars hér áðan. Þegar við stóðum hér að sameiginlegri bókun, þá hófst ákveðin vegferð. Sú vegferð var alveg vörðu hér í samvinnu og tillagan ykkar að mínu mati
var ekki tímabær að þegar menn voru lagður á stað sameiginlega í það í nefndum, í embættismannageiranum að fara yfir alla sína þætti og sjá hvernig menn getur tekið á þessu meðan að væri líka önnur óviss stað upp í samfélaginu. Því það er það sem ekki gleymast, að það er mjög óviss stað upp í samfélaginu. Ég hef miklar áhyggjur af fyrirtækjum okkar, nákvæmlega stúkostinu heiminn, sem munu finna mjög bratt fyrir þessu. Fyrirtækin sem er í þjónustu og þjónusta mikið sjávarútveg og allan hann iðna, þau finna fyrir þessu. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þeim og þeirra rekstri og þess vegna til er svo mikið alltaf líka við séum ekki að valda því að öðru sem því að við bara bregðumst við aðstæðum, við sjáum hvað við getum borið niður á þess að komið niður og einmitt af því sem er að gerast innan sveitafélags okkar, hvernig við getum hugsanlega framkvæmt. Það er alveg tvær meiningar á því í hagfræðinni hvenær á að skera niður og hvenær, og það eru báða að breytta á sko. Önnur er svo að þegar það er niðursveifla þá á að keyra allt niður, kæla, hratt, en svo kólunin getur orðið mjög ekki segja, hún getur orðið mjög hröð og hún getur varað lengi. Síðan er hitt að þá eigi hinn opinberi aðili aðeins að reyna að losa upp hjá sér, halda uppi með hanga til að fyrirtækin koma tilbaka og geta tekið aftur og þá við að draga okkur tilbaka. Þetta verður ekki alltaf verið praktískt í Íslandi, það vitum við alveg nákvæmlega. Það er oft gerst að hefur opinbera í orðsins fyllstu hefur framkvæmt hvað mest þegar er þensla. Stundilega bregðast þörf sem kemur upp í þenslunni. Nágranna þjóðurnar okkar gerir þetta öðruvísi, þeir bara láta það koma niður á skólamannvirkjum og fleira. Þeir eru mikið þensla í samfélaginu, þeir keyra svo í gang. Þá venlega með tilstyrk úr ríkissjóði og olíusjóðunum, þessum slíkan eiga, og setja þegar það er kólnun. Menn geta deilt þetta endalist, ég ætla ekki að nota hennar ræðistól hér í þessa rökræðu, þessar deilur hagfræði. Ég er bara að segja það að við, þessi bæjarstjórn, fór á stað þann 7. Ég vona okkur berið til skæfa að halda þig áfram, að fara í gegnum þetta allan hátt, hvernig við getum borið niður í, taka það í umræðu, klára það. Förum ekki að velta henni hér. Þegar þú talar forsendubrest, þá erum við að tala það er annars að þú ert að vita þessar hluta reglugerðana sem snýra auknum útgjöldum. Áður fyrir var það þannig að menn máttu endurskoða fjárhagshallana einu sinni á ári, nú er menn að gera viðauka við hverja einustu útgjöld, helst áður en þau eru samþykkt. En ég veit hvað tala að ég hef verulegi forsendubresti verða ef við samt skoðum ef við skoðum tekjuhlið síðustu ára, þó að okkur munum þetta og þetta verði högg, þá telur þetta ekki þann umpólun kannski akkurat núna. Við þurfum að sjá fleiri þætti. Við þurfum líka að sjá hvort við getum ekki auðnast til að segja eitthvað samtal við ríkisvaldið að það verði. Kannski er það ekki hægt. Ef maður menn allavega hverjir frá því að skera niður jöfnunarsjóðinn, eða það er bara miskilið annan tíma, ég veit það ekki, eða þá að jöfnunarsjóðinn sem mætt. Ég var í viðtali í útvarpinu í vikunni þar sem ég bent á það eru ýmsar aðgerðir. Ég skil að ráðherrarnir hafa ekkert núna til að tína på hattinum. Hvað segir veiðiráðgjöfin bólfisk? Já, Hafró, má auka hann? Má flýta leyfunum í laxeldinu? Það sem eru búin að bíða umfram einhvern hefðbundin og eðlilegan umþóttunar tíma. Þannig að þeir geti hugsanlega á þessum tímapunkti farið að vaksa. Men það er allavega eitthvað svona sem ég finnst allavega ríkið, við þurfum allavega að reyna að ræða við ríkið, nú sjáum bara til hvað það gengur, kannski bara finnst ríkisvaldinu það ekki eða ríkisstjórnin ekki þeirri aðstöðu til að bregðast við, þá er maður sagt að segja við það. En reynum það og reynum líka að taka það samtal áfram hér inni og eins og ég sá grunni var lagður. Ég tel að þetta hafi verið svona aðeins til þess að skreita hið pólitíska landslag. Ég er ekki lítið og það er alveg full skiljanlegt og allt er góð með það. Ég er ekki að setja út það neitt hátt sko. Ég er bara að segja ástæð þess að við fórum það ákvörðun að fella þessa tillögu. Ég er ekki að draga þórið menn meðlega ekki að tillögur. Og maður verður bara svo að taka það rökræðinu og síðan taka það ákvörðunina út af því hvað maður telur sveitafélaginu sín fyrir bestu. Takk fyrir þetta. Eiti Sálsmíðsdóttir hefur beðið maður. Forseti, ég ætla aðeins að koma inn á lið 2.7. Ég ætla svo sem eru mörg orð búin að fá að falla. En mér langar aðeins bara að ítreka hluta af sameiginlegri bókun bæjarstjórnar á síðasta fundi 7. mars. Og þar segir meðal annars brýnt að sviðsstjóra sveitafélagsins og forstöðumenn stofnana þess gæti vel að útgjöldum og fari yfir fjárhags- og starfsáætlunum með það í huga.
Þá mun bæjarstjórn og nefndir sveitafélagsins fylgjast vel með þróun mála í atvinnulífinu og meta það þegar framleiðir stundir hvaða áhrif það kemur til að hafa á fjárhag sveitafélagsins. Málið tekið fyrir og afgreiðsla nefndar staðfest eftir því sem við á með afgreiðslu bæjarstjórnar, nú var ég bara að lesa allt mikið, þannig ég enda hérna aftur, þá mun bæjarstjórn og nefndir sveitafélagsins fylgjast vel með þróun mála í atvinnulífinu og meta þegar framleiða stundir hvaða áhrif það kemur til með að hafa á fjárhag sveitafélagsins. Mér finnst miður að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja ekki verið í samstarfi með okkur. Ég byrst afsökunar ég var hinum einn í salnum að ræða bæði fulltrúa. Heimir Þór Gylfason hefur beðið orðið, gerðu svo Heimir. Fundamenn, já, ég vil nú fá svara þessu aðeins aftur. Ég hef kannski ekki verið nógu skýr og komið öllu frá mér. Varðandi sameiginlegu bókunina á sín tíma, þá hefur náttúrulega ýmislegt komið fram síðan þá. Það er sem sagt nýja staðreyndir síðan það var bókað og síðan kemur náttúrulega til að okkar í kjölfarið því. Og þess vegna líka, sem sagt út af þessum nýju staðreyndum, er mikilvægt að við bíðum ekki eftir neinu. Að við bara erum á tánum og bara leysum þetta strax. Það liggja fyrir ákveðna staðreyndir og við viljum náttúrulega bregðast strax við. Hvenær á annars að bregðast við? Og veikar aðgerðir bara duga skammt. Og ég sjálfur myndi bregðast strax við. Við bara sjá fyrir vandan, já. Og koma fyrir hann. Komast fyrir hann. Takk fyrir Emil. Þú hefur talað til þessu vikið, tímið ekki tekið ræða með þér. Núna það en orðið er laust. Nokkrir hafa lokið sínum kvóta undir fundagerðum Bæjarráðs. Vilja fleiri kvæðsljóð. Svo verðist ekki vera. Þá ber ég upp fundagerði Bæjarráðs að undanskildum lið 10 í fundagerð 605 segi. Þeir sem það er sann ekki vinst ekki eða merki. Það eru sann að það með 8 atkvæðum þar sem Einar Már þetta bregða sér frá ekki koma aftur, þá bara bókast það. Þá heiminn má bjóða þeirra að ganga úr sal og þá tek ég fyrir lið 10 í fundagerð 605 og bara aðeins til þess að fylgja því og hlaði hvað veldur. Eins og með þekkja þá vorum við í umræðu á liðinu hausti eftirlitsmyndavélar að koma því á móts, engi segja við væri ákveðin aðstoð við löggæsluna að setja upp myndavélar með númeralesunum svo köllum hér við gatnamót til þess að með eftirlit á umferð. Þær myndu skila sínum myndum einungis til lögreglunar og þar eins og gefur að skila persónuverndarlögum, þar hefði aðeins aðgang á þeim rannsóknarlögreglumenn sem vinna að rannsókn á mála, gæti þá gengið til þessa. Þetta var farið vel í gegnum þetta og meðan hans kom lögreglan inn, fulltrúi lögreglan Óskar Þór Guðmundsson varstjóri, rannsóknarlögreglumaður og kynnti þetta og menn fór yfir þetta og það var gerð fjársáætlun. Síðan hefur þetta unnið nánar og ítarlegar og það því miður þá er það þannig að svona við getum sagt að svo áætlun var kannski full bjarsýn sem við lögðum fram í byrjun. Þetta er svona í heild sinni hefur verkefnið orðið umfangsmeira fjárhagslega og svona í ljósi þess einmitt að við erum að horfa á alla þætti hjá okkur núna sameiginlega að þá tókum það ákveðin bæjar að slá þess að frest vísist til fjárhagshandgera haussis. Með því erum við ekki að henda þessu verkefni á nokkurn hann úti. Lögreglan hefur, heyrði í lögreglunni eða fulltrúum fyrir lögreglunni áðan sem hefur mikla áhyggjur af verkefni væri úti. Einar Már mættur í sal, velkomin að nýju og tekur þá þátt í afgreiðslu fund liðar 10. En eins og ég fullvissa lögreglunum, þetta er ekki verið að hverfa frá þessu heldur bara stundarsækja með aðeins svona sjáum til lands í þeim málum hvar við stöndum fjárhagslega og setjum þetta inn í fjárhagsleminnu haustsins, hugsanlega skiptum þessu verkefni upp að einhverju leiti og tökum þetta í smærri skrefum þannig að vinnan engan hátt glatast né sá búnaði sem lögreglan hefur keypt líka til að taka á móti þessu. Ég held að því að lögreglan hefur lagt í fjárfestingar á móti til að taka á móti myndefninu og annað slíkt.
þetta mun allt saman nýtast, þannig að við sjáum hvernig setur, þannig að, og eins og ég segi, það vonandi gefur þannig að við getum tekist á við þetta nýju, því að að það muni virta nýju með kolmuna og fleiru. En fleira það ekki, fleiri skæðsljóð sem liði 10. Svo verðist ekki verið Bernhardur Sæðindar. Hann er Sæðindur með 8 atkvæðum, þar sem Einar Már er komin í salin 9. Þá má kalla á Heimi aftur, og þá förum við næst í Heimir og 9. Í lið 3, Hafnarstjórn, fundargerð 216. Leðið ekki orðið lausnum og skættir á að taka aðeins til máls hér. Þetta var nú svona mest í þessu náttúrulega mál sem við rætt hér áðan, eins og endurheimta votlendi, semst við vorum að taka það fyrir erindisbréf og hafnarreglugerð sem hér eru eftir. Ásamt því eins og kemur fram í lið 4, þá fórum við fjárhagsáætlunina og greindum stöðuna gagnvart tekjum sinum og fólum Hafnarstjóra að halda utan að vinna áfram. Við teljum að við séum búin að sjá það út úr okkar áætlunum, við eigum að geta haldið óbreyttri þjónustu og þeim framkvæmdum sem fyrir hafi verið, sem stóru framkvæmdum okkar gangi leiðin á þá að móts við tekjubrestin sem er 100 milljónir áætlaðar lónni, og við séum svona fann að sjá til lands í því og það séu semst sú vinna er komin þar og Hafnarstjórn einmitt fór vel yfir þetta á síðasta fundi sínum. Svo bara aðeins lið 6, hann mun að koma hér kannski ennþá ítalega, við þurfum að ræða hann ítalega, það meira liggur fyrir, en við óskum eftir því að formann menningar og nýsköpunarnefndar og atvinnu- og þróunarstjóri kæmu á næsta fund okkar. Þetta er vegna skemmtilegra skipakomu, eins og við þekkja þá er gríðarleg aukning í komu skemmtilegra skipa til landsins. Við höfum nú svona siglt hægan sjói sem við höfum ekki á síðust ári ekki lagt inn að sérstaklega þunga í þessa markasetningu. Við höfum fengið okkar þetta 8 til 13 skip, ég held ekki verið ekki 13 að koma þessu ári, mann rétt eitthvað 11 á þessu ári, og en enga síður er það, við finnum samt fyrir auknum áhuga svo kallara Explorer skipa, sem eru skip þar sem kom ekki að landi heldur, er ekki hefðbundnum landtökum heldur, nota léttabáta og fara inn á náttúrusvæði og annað slíkt. Þetta er með þekkis umræða frá Hornströndum. Og við þurfum að móta okkur stefni í þessu. Við þurfum bara að móta stefnu, hvert viljum við stefni í þessu skemmtileiki, viljum við auka hlutira, viljum við draga úr því. Þetta hefur mikil áhrif á loftslagsmál og umhverfisstefnu, því að skemmtileikskipin menga mikið, þau eru öll, engið er landtengd með að liggja við bryggjur og ekki eins og möguleiki held ég á landtengja það fest, allavega ekki það stærstu. Og síðan þetta þurfum þá að skilgreina hvar viljum við fá þessu Explorer skip á land, eða fólki úr þeim. Hvar ætlum að hleypa þeim bara óheftum öll okkar svæði, eða eigum að skilgreina svo kallaða lendingastaði, við getum talað um það, hvar við viljum hleypa þeim í land. Þannig þetta við ætlum að taka þessu umræðum því að menningar og nýsköpunarnefnd líka að ræða þetta inn í sinni vinnu í ferðaþjónustunni, og við héldum hér fund, Hafnarstjórn eða sveitarfélagið bara hélt hér fund með hagsmunaaðilum núna í haust, tók þessu umræðu. Nú þurfum við að taka hann á næsta stig, því við þurfum að fara að taka ákvörðun, við þurfum að geta svara, því að það dynja á Hafnarstjóra póstar frá mismunandi útgerðum sem vilja fá að vita hvert er nú að fara. Síðan bara aðeins umhverfisstefna Fjarðabyggðar sem nú er í drögum í umsögn nefndana og eignarskipunar umhverfisnefnd stýrið þeirri vinnu og hefur vísað nú á drögum til allra. Við tókum þau fyrir, gerðum ekki athugasemd við, en við teljum mjög nauðsynlegt að það veri funda líka með fulltrúum fyrirtæki í Fjarðabyggð áður en stefnan verður endilega sett. Ég held að það sé bara nauðsynlegt þess að allir séu upplýstir á sömu síðu með það, líka fyrirtækin okkar. Þeim gefist þá tækifæri til að koma á einhvern slíkan kynningarfund og koma þá með sínar athugasemdir eða umsagnir eða hvað sem við vilja. Það var ekki fleira, orðið er laust um fundingar Hafnarstjórnar. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti, bara örlítið í framhaldi af síðustu orðum formanns Hafnarstjórnarinnar varðandi umhverfisstefnuna. Bara taka undir það að það sé mikilvægt að nefndir með fjalli hana og koma með athugasemdir. Ég tel þessi athugasemd sem kemur þarna varðandi fyrirtækin vera eðlilega og ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að hafa umhverfi sem allra mest með okkur. Ég hef aðeins hugleitt hvort að það sé hugsanlegt að skipta henni að einhverju leiti í tvennt umhverfisstefnu, þar sé hún sé annars vegar inn á við fyrir sveitarfélagið sem taki sín mál sérstaklega og síðan annar hluti sem er þá í samstarfi við umhverfið. Þetta þarf þetta að fara saman, það er bara spurningin að finna
besta formið fyrir þetta, því að það er alveg augljóst mál að sveitafélagið eitt og sér getur ekki gert mjög mikið, en samfélagið í heild sinni getur gert miklu mun meira. Þannig að við þurfum bara að finna réttu leiðina til þess að virkja sem flesta í takt. Takk fyrir Einar, vilja fleiri hvað þessi ljós fundargerð Hafnarstundar. Svo virðist ekki verið byrjandi samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 227, orðið er laust hana, vill einhver hvað þessi ljós. Svo virðist ekki vera hér byrjandi samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum komin lið 5, fræðslunefnd 67, orðið er laust hana, vill einhver hvað þessi ljós. Svo virðist ekki vera byrjandi samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð barnaverndarnefndar nr. 97, orðið er laust hana, engin hvað þessi ljós í byrjandi samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Það er fyrst jafnlaunastefna, síðar umræða bæjarsnar, svo fyrir ég fór hér fram á síðasta fundi, þá var vísað hér til umræðu og afgreiðslu bæjarsnar drögum að jafnlaunastefnu sveitafélagsins. Þetta er sem þessi drög að jafnlaunastefnunni er samfléttast við jafnlaunakerfið, en við nú erum að vinna jafnlaunavottun eins og með þekkja, löggjafanum, en við erum svo heppin líka að hafa farið í gegnum slíka könnun eigi svo alls fyrir löngu, sem færði okkur það ánægilegu niðurstöður að það verði ekki margtækur munur á launum kynjana sem betur fyrr í sambærilegum störfum. En nú er þetta, sem sagt, setjum okkur þessa stefnu með formlega hætti til þess að rýma þá vinnu sem við erum að ljúka. Og hér er sem síðar umræðum hana, vill einhver hvað þessi hljóðs. Svo verðist ekki vera þá berja upp jafnlaunastefnu sveitafélagsins, þeir sem hana samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru konast í deiliskipulag Leiru 1, iðnaðar- og hafnarsvæðis sunnan Strandgötu og Eskifirði eftir breyting, stækkun hafnarsvæðis. Auglýsingatíminn er liðinn, engar athugasemdir bárust við breytinguna á þessu deiliskipulagi, en umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd hefur fyrir sitt leyti samþykkt deiliskipulag Leiru 1, iðnaðar- og hafnarsvæðis sunnan Strandgötu. Uppdráttur greinargerð umhverfisskýrsla dagsett 17. desember 2018 og málsmeðferðin er sem að þekkja í samræmi við 42. grein skipulagslaga, og hér er endanlega afgreiðslu þessa skipulags vísað hér að þessari breytingu á skipulagi. Vill einhver þessi hljóðs breytinguna? Svo virðist ekki verið berinn upp og við sagðum með 9 atkvæðum. Þá í tengslu með þetta er breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 sem er samhljóða þessu náttúrulega stækkun hafnarsvæðis. Það var auglýst samhliða, auglýsingatíminn er liðinn, engar athugasemdir bárust, en umsagnir bárust á sömu aðilum, semst Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti breytingu á aðalskipulaginu, stækkun hafnarsvæðis á Eskifirði. Uppdráttur með greinargerð umhverfisskýrslu sem er dagsett 17. desember 2018 liggur fyrir. Málsmeðferð verði í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og hér er endanlega afgreiðslu umræðum vísað til bæjarsnar. Vill einhver þessi hljóðs breytingu á aðalskipulagi? Svo er ekki, þá byrjaði þetta samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér áfram frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd, það er Austurvegur 65 byggingarleyfi fyrir bílskúr. Hér er lagt fram að nýju eftir grenndarkynningu byggingarleyfis umsókn Björns Óskars Einarssonar sem er dagsett 25. janúar 2019, þar sem leitar álits á byggingaráformum hans vegna bygginga bílskúrs á Austurvegi 65 á Reyðarfirði. Ein athugasemd barst vegna grenndarkynningar, lögð fram umsögn samhljóða þessu skipulags- og byggingafulltrúa vegna athugasemda dagsett 11. mars 2019. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd tók þetta fyrir og athugasemdina ásamt svörum og telur að athugasemd þessi sé ekki þess eðlis að hafna fyrir byggingarleyfisumsókninni og samþykki byggingaráformum fyrir sitt leyti. Endanlega afgreiðslu hér vísa, því að erum að ræða grenndarkynningu sem fór fram, þá þarf endanlega afgreiðslu að vera í höndum bæjarsnar með formulegum hætti. Orðið er laust, engin hvað þessu hljóðs, þá byrja þetta upp og þetta er sagðið með 9 atkvæðum byggingarleyfi vegna bílskúrs við Austurveg 65. Þá erum konið síðar umræðu að lið 11 sem er hafnarreglugerð endurskoðun 2019. Hér erum að ræða síðar umræðu frá síðasta fundi bæjarsnar. Hér er vísað frá hafnarstjórn sem tók þetta fyrir á milli umræðna að 9 á fundi sínum sem hér var til umræðu og samþykktar áðan. Endurskoðari hafnarreglugerð. Það var vegna ábendingu vegna 7. greinar hafnarreglugerðunar sem kom frá ráðuneyti sem hafði áður verið tekin fyrir þegar við gerðum breytingar á hafnarreglugerð nú í sumar í tengslu við sameiningu við Breiðdal. Nú vorum við að gera náttúrulega þessar breytingar sem nú voru gerðar
lágu í þeim skipulagsbreytingum sem hér voru samþykktar daginn. Þannig að Hafnarstjórn hafði áður tekið fyrir ábendingusetningarnar og hafnaðinni og svo aðstaða óbreytt að ræða valdmörk hafsögumanna í brúm til þess að vísa frá þeim sem ekki eiga erindi í brúskipa. Ráðandi svona vakt á því athygli að hvort þetta var þessi valdmörk væru til staðar. Það afstaða annarra hafna á Íslandi og hafnasambandsins að það sé mjög brýnt að það sé þessi valdmörk, þannig að hafsögumenn hafi heimild til að vísa óviðkomandi aðilum frá meðan að verið að leggja skipum eða færa frá bryggju með þeirra aðstoð. Og það var svona mat Hafnarstjórnar þá, við tókum þetta fyrir núna í haust að við og annarra í þessari grein að halda okkur við þetta, og þannig að hún stendur. Hafnarstjóra var falið að uppfæra hafnarreglugerð til síðar umræðu hér í samræðum við þessa umræður og aðrar umræður fundurinn sem voru svona orðalagslega séð og tengdist þá undan þá hvað varðar eyðingu vargs á hafnarsvæðum og fleira, og slíkt hefur verið gert. Aðra leyti voru efnislega breytingar litlar sem engar, þannig að orðið laust til í síðar umræðu hafnarreglugerð. Engin hvað þessi ljós, ég ber henni eftir Saðendar, hún Saðend með 9 atkvæðum. Var ég dottin inn í 6 maður? Já. Nei, hún var Saðend með 9. Þá ég konið í erindisbréf Hafnarstjórnar. Því vísað hér til fyrri umræðu frá Hafnarstjórn. Uppfært eða bæjarráð hefur lagt til endurskoðun erindisbréfs og það hefur verið uppfært og var tekið fyrir Hafnarstjórn með tillit til skipulagsbreytinga sem urðu. Þetta mest snýr að orðalagsbreytingum á starfsheitum. Framkvæmdastjóri hafna fyrir yfir í hafnarstjóra og svo framvegis. Í þessu ekki að ræða miklar, ég held að sé nú bara varla að segja sér nokkrar efnislegar breytingar sem slíkar á svona erindisbréfi því fyrra sem fyrir var. Fól hafnarstjóra breytinguna á síðasta fundi, þar sem farið svona yfir þetta í heilsinni, hvort það lægi ekki allt saman nokkuð skýrt fyrir. Það hefur verið gert og í gögnum bæjarfulltrúa og orðið laust hér í fyrri umræðu. Engin hvað þessi hljóðs, þá óskaði því að bæjarfulltrúa samþykki að vísa erindisbréf Hafnarstjórnar til síðar umræðu næsta fundi bæjarstjórnar. Sagði það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hérna fyrir næst liðurinn svæðisskipulag fyrir Austurland, og rétt að hafa eins og til upprifjunar að á vettvangi sambands sveitarfélaga á Austurlandi hefur unnið að svæðisskipulag Austurlands og eigum þar fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd. Eignarskipulags umhverfisnefnd tók fyrir og hefur samþykkt til sitt leyti að breytinga verið gerðar á lýsingu fyrir svæðisskipulag Austurlands til að koma móts við athugasemdir skipulagsstofnunar sem hefur komið við umsögn svæðisskipulagsvinnuna. Samanber fyrsta lið fundargerð frá 19. febrúar síðastliðnum bæjarfulltrúar séð í fundargerð svæðisskipulagsnefndar. Bæjarráð tók þetta fyrir og hefur gerði ekki athugasemdir við það sem áður hafi verið sagt í eignarskipulags umhverfisnefnd, bara hnykkt á eins og við þekkjum að aðalskipulagi náttúrulega hjá sveitarfélaginu gildir og svæðisskipulagi til þess að vinna ákveðnum afmörkuðum þáttum til framtíðar á Austurlandi. Og nú hér til umræðu einhverjar eru þessar breytingar með einhver þessi ljós. Svo virðist ekki verið að berja hann lið eftir samþykktar og bæjarstjórn samþykkir þá fyrir sitt leyti einnig fyrir sitt breytingar á þessari lýsingu á svæðisskipulaginu eða vinnu við lýsingu. Þá það næst boðun landsþings sambands sveitarfélaga núna á komandi föstudag, rúmri viku liðinni. Eins og við þekkja þá landsþing sambandsins haldið í byrjun hvers kjörtímabils. Þá það 3 daga þing sem fer fram stefnumótun samtakana landssambandsins til næstu 4 ára, en svo eru þau dagsþing eftir það með svona afmörkuðum efnisþáttum, og nú það húsnæðismál og samgöngumál og fleira eins og maður séð í dagskrá. Það kosið á hverju ári fulltrúa á landsþingið. Fjarðabyggð á einungis 3 fulltrúa, 3 með atkvæðisrétt, og ásamt að bæjarstjórar eiga sjálfkrafa setur þetta landsþingum. Ég hugsa við næstu kosningar, þetta tekið út 1. desember ár hvert fyrir kosningar, og næst munum við eiga 4 fulltrúa, sýnist mér, með við mannfjöldamörkin. Því við erum komin yfir þau sem jákvætt, yfir 5.000 íbúa, en voru það ekki þegar þetta var, þannig að við eigum ennþá 3. Eins og hefðin hefur verið, þá hefur bæjarráð
velnast fyrir í frambúð þarna en það var breyting í haust þegar Jens Garðar komst ekki og Ragnar Sigurðsson var kosin hans fulltrúi en Dýrunn Pála tekur það sæti núna. Þannig að hér er lagt til að tillögu bæjarráðs að umboð Fjarðabyggðar landsþingi fari Eydís Ásbjörnsdóttir, Jón Björn Hákonarson og Dýrunn Pála Skaftsdóttir og bæjarstjóri fyrir jafnframt á þingið og hér því vísa hér til staðfestingar. Orðið er laust, engi þessi ljós, ég ber þetta samþar, það er sagt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst tillaga frá bæjarráði sem er vísað til bæjarstjórnar í tengslum við hennar lið eins og liðurinn kallast fundagerði samtaka sjávarútvegssveitarfélaga 2018. Það er þannig að á fundi bæjarráðs 8. mars síðastliðinn mánudag var lýst yfir undrun á því að stjórn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga ekki tekið til umfjöllunar þær aðstæður sem upp eru í uppsjávarveiðum meðal annars og formaður bæjarráðs kom inn á í sínu máli og menn tókum þetta umræðu og bæjarráð lagði til við ákvað í sameiningu að leggja til í bæjarstjórn að bæjarstjórn er falið að undirbúa sögn og svona kanna hvernig það að því stæði við svona teldum að okkar hagsmunir væru kannski ekki að því sniðinu. Sú tillaga stendur en eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs þá átti hún í ágæti samtali í dag við formann samtaka sjávarútvegssveitarfélaga og meðan það taka það bara aðeins áfram og sjá hvort við getum ekki hvort það sé ekki þetta áfram samstarfsgrundvöllur fyrir okkur en enga síðu þá er svo sem í þessu felst ekki samþykkt úrsögninni heldur einungis undirbúning þess. Orðið laust þetta með einhver þessi ljós svo verðist ekki verða betri samþykktar það er sagt með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá hér tæmd í dag nema ég ætla að óska eftir því við bæjarstjórn eða bæjarstjórn einn getur breytt fundartíma sínum að næsti fundur var ákveðin 4. apríl sem er 50 ég óska eftir því að eftir að tekið svona aðeins umræði við bæjarfundur hér að fundurum færist til 3. apríl reyndar hefur formaður fræðslendar við ekki aðtekli því og hann er með fund á sama tíma við möttum aðeins að setjast yfir það hvort við getum ekki fundið einhver lending á því þannig að þetta er bara vegna annara funda öllu jöfnu eru 50 dagar fundalausir dagar og öðrum vettvöngum en þannig að og bæjarfundur hafa góðfúslega gefið leyfi fyrir því ég veit samt að bæjarstjórn samþykki það sameiginlega að það veri breytt næsta fundadag þess að það samþykki við skeiðmerki það er sagði með 9 atkvæðum. Þá leysum við því Sigurður í sameiningu hvernig við förum með fræðslunum og eins leitt að bæjarstjórn riðist inn á aðra funda öllu jöfnu á það ekki að vera vaninn á og heldur sem ekki við sem að fundi bæjarstjórn á vikum. Þá er ekki fleiri hér á fundi í dag, ég þakka bæjarfundur og fundarsveiturnar og segi fundi slítið.